Takk Jesús, við mögum verið í návist þinni. Jæja.
Það niður eska mín, ef þú ætlar ekki að horfa á vídeó með þeim. Við erum að byrja unglinga alfa og þetta eins og þegar mamma eldar góðan mat að þá eru krakkarnir einhvers staðar út að leika, þau kom ekki í matinn. Þannig að það stundum þannig. En Snorri hann myndist á að það væri pálmasunnudagur og þetta svona í sennilega öll árin í fyrsta skipti sem ég ætla að tala pálmasunnudag á pálmasunnudagi og þá bara klárar hann ræðuna fyrir mig og hann sagði reyndar hérna síðast að á síðasta pálmasunnudag að því að Jesús gerði það sem hann gerði að þá værum við bara með pálmann í höndunum. Þannig að það má segja það að Jesús hann gaf okkur gjöf sem er óborganleg. En pálmasunnudagur, já, síðasta sunnudag talaði Snorri líka, svo ég nefni hann, tilsettan tíma. Og þá var hann að tala komu Jesú og þegar hann kom fyrst í þennan heim og síðan að hann myndi safna öllu undir eitt höfuð í Kristi. Öllu sem á jörðu og því sem á himni undir eitt höfuð í Kristi. Þannig að það var svona tilsettur tími. En við lesum líka þennan pálmasunnudag í Jóhannes 13, versi 1, að Jesús vissi að stund hans var komin. Þetta merkilegt að Jesús vissi að stund hans var komin og í 12. kaflanum í Jóhannesi að það eiginlega eina guðspjalli, ég leitaði í þeim öllum það sem talað pálmagreinar. Það bara talað greinar í hinum guðspjöllunum, en við verðum að trúa því að það hafi verið pálmagreinar. En ég fór að hugsa þetta með pálmann þegar ég var bara að hugleiða þetta. Þá kom upp í huga minn að Sálmur 92, og ég ætla að lesa það þess, Sálmur 92, 12 eða 13. Sálmur 92, 12 eða 13. Og það pálmasunnudagur og við erum að byrja páskamót og Snorri sagði að það væri auglýsing hérna frammi. Við fáum góða gesti hérna páskana. Við ætlum að vera á föstudaginn langa klukkan 8. Síðan ætlum að vera á laugardagsmorgun og laugardaskvöld. Þannig að það verður matur hérna á laugardaskvöldinu og við ætlum að eiga samfélag og lofa Guð. Og síðan páskadagur. Við erum að hafa gesti frá Afríku og Færeyjum. Sálmur 92 og vers 13. Þar segir hinir réttlátu gróa sem pálminn, hinir réttlátu gróa sem pálminn og vaksa sem sedrustréð á Líbanon. Þeir eru gróðursettir í húsi drottins, gróa í forgörðum hans. Þannig að réttlátir eins og pálminn og þeir settu pálma á leið Jesú. Og ég fór líka að hugsa ég fletti upp pálminn, hvað lifir hann lengi? Vanalega lifir pálminn svona frá 70 til 100 ár. Það að vísu einhver pálmategund í Mexíkó sem getur lifað 500 ár en svo eru líka til pálmar sem lifa bara í 30 ár. Og mér fannst þetta svo spámanlegt að okkar Jesús, hann lifði bara 33 ár, en meðalaldur mannana kannski 70 til 80 ár í Gamla testamentinu. Við getum sagt til 100 ár í dag. Þannig að fyrir mig var þessi pálmasunnudagur þegar ég fór að skoða þetta bara svo spámanlegt að Jesús hann gengur þarna niður götu á leið til Jerúsalem og síðan getum við lesið í Sálmi 85 að réttlæti fer fyrir honum og fríður fylgir skrefum hans. Þannig að þetta dagurinn sem í raun og veru
hófst á því að stefna var sett á að fullnægja réttlætinu. Versin Sálmur 85, vers 14. Sálmur 85, vers 14. Þannig að pálmasunnudagur, fyrir mig að þá þetta bara spámannlegur dagur. Að Jesús Kristus sonur Guðs sem bara náði 30 ára aldri, að hann fer af stað að réttlæta mannkynið. Og svo að þessi dagur, hann sýnir okkur Jesúm Krist á leið til Jerúsalem og hann ekki á leið í frí eins og við svo oft viljum fara. Hann á leið að fullna skeið sitt að mæta dauða sínum. Það virkilega talaði til mín að hérna hefur hann hefur val, ætla ég að fara þessa leið eða ætla ég að snúa við. En hann hélt áfram og hann fullnaði skeiðið. Og það áskorun fyrir okkur að feta í fótspor hans og líka fullna okkar skeið. Og ég sagði ykkur að ég var að kenna út í Kenía. Þar vorum við að tala markmið og hugsjón, hvaða markmið við hefðum fyrir lífið okkar. Ég sagði við og ég eiginlega komin á þann aldur að mitt markmið núna bara að fullna mitt skeið, klára bara að fylgja Jesú allt mitt líf. Amen. Og ég held að það sé bara gott markmið að við höldum fast í það sem hann hefur gefið okkur. Og þessi ferð hans á pálmasunnudag að hún var ekki bara ókeypis, hann fór til að greiða gjaldið fyrir mig og fyrir þig. Og réttlæti og fríður fylgdi skrefum hans. Þannig að þetta var dagurinn sem að Jesús hélt af stað að mæta og greiða gjaldið fyrir þig og mig. Og Snorri las í Matteus en ég ætla að vitna hérna í Markús, það reyndar sama sagan. Þessi saga í öllum guðspjöllunum að þeir fóru þarna og átt að finna asna sem var bundin og einhver spurði að þá áttu bara að segja herran eða eigandans þarf að nota hann. Og mér datt nú í hug ef ég færi eitthvað, þetta var svo yfirnáttúruleg og spámannlegt að ef ég færi nú bara og út og tæki bílinn að Snorra og Hrefnastæði þarna og segði við hann að herran þarf hans við, að ég ekki alveg viss hún myndi láta mig hafa hann. Það þyrfti eitthvað meira að gerast, eitthvað yfirnáttúrulegt, ekki nefnum hún bara vildi lána mér hann. En þetta var, og Jesús sá þetta, þannig að það bara talaði til mín að Jesús, hann sér þarna, bara hann fær þekkingarorð hvað muni gerast eða opinberun. Og við lesum söguna áfram að þetta fór bara allt eins og Jesús sagði. Þeir fengu asnan og síðan lesum við í Markús 11, svo fara bara í 11. kaplan í Markús, vers 9 og 10, þá þeir sem á undan fóru og eftirfylgdu hrópuðu Hósanna, blessaðu sé sá sem kemur í nafni drottins. Við erum búin að heyra það að Hósanna þýðir frelsa þú. Hósanna þýðir frelsa þú, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Og það má eiginlega segja að þeir voru eiginlega vissir allavega hluti af þessu fólki, þeir upplifðu það að nú væri Messias kominn. Ég veit ekki hve margir, en það eins og, þeir sem vissu að þeir hrifu fjöldan með sér og það hrópuðu bara allir Hósanna, Hósanna blessa sé hið komandi ríki föður og Davíðs. Þannig að það greinilegt að einhverjir höfðu þarna þekkingu og trúðu því að Messias væri að koma og nú myndi ríkið loksins koma. Þeir yrðu leystir úr ánauð Rómverja og nú færu í
sem sagt hönd betri dagar. Og þeir tala hérna það greinilegt að þeir höfðu þekkingu á Davíð að Jesús væri konungurinn sem kæmi í nafni Davíðs. Og það hérna vers í Sálmi 132:11 fyrir þá sem ekki þekkja þá sögu. Sagan reyndar í Samúelsbók, annarri Samúelsbók þegar að Davíð ætlaði að byggja Guði musteri og drottinn sagði við Natan spámann að Davíð ætti ekki að gera það heldur sonur hans og þá svona, já, það var náttúrulega Salomon, en síðan segir Guð að hann muni reisa upp son frá Davíð sem að muni sitja í hásætinu að eilífu. Og þetta hérna í Sálmi 132, vers 11, Drottinn hefur svarið, Sálmur 132, vers 11, Drottinn hefur svarið Davíð óbrigðulegan eið hann eigi mun rjúfa. Af ávexti kviðar þíns mun ég setja mann í hásæti þitt. Af ávexti kviðar þíns mun ég setja mann í hásæti þitt. Ef syni þíni varveita sáttmála minn og reglur mínar, þær ég kenni þeim, þá skulu þeir og þeirra synir aldur sitja í hásæti þínu. Svo kemur þetta því að Drottinn hefur útvalið Síón, þráð hana sér til bústaðar. Þetta hvíldarstaður minn aldur, hér vil ég búa, því að hann hefi ég þráð. Þennan hvíldarstað hefur hann þráð. Þannig að hér sjáum við að það var einhver sem átti að koma, það átti að koma sáttmáli og það átti að koma sonur sem myndi ríkja að eilífu. Og það var ekki Davíð, það var Jesús Kristur. Þannig að þeir sem hrópa hérna blessað sé hið komandi ríki, að þeir höfðu einhvern skilning á ritningunum. En svo lesum við áfram, og það er svo merkilegt með það, að ég hef verið að hugleiða þetta og var búin að hugleiða það áður, að það var mannfjöldin þarna, svo var aftur mannfjöldin þegar Jesús krossfestur. Og ég verið að hugsa, voru það þeir sömu eða var það hluti af þeim mannfjölda sem sögðu blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins, sem síðar sögðu krossfestan. Hafið þið hugsað það? Var þetta sama fólkið? Eða, já, örugglega að hluta. Kannski voru einhverjir sem drógu sig út úr í seinni hópnum, allavega lærisveinarnir, þeir hrópuðu ekki krossfestan, en þegar við hugsum þetta, systkini, þá sjáum við að almenningsálitið ekki gott haldreipi. Það ekki gott haldreipi. Það mjög lélegt haldreipi. Þeir sem blessa þig í dag, þeir gætu viljað krossfesta þig á morgun. Þannig að almenningsálitið aldrei neitt sem við getum treyst á. Síðan lesum við hérna í Markús að hann fer þetta kvöld til Betaníu. Hann fór inn í Jerúsalem, vers 11, Markús 11:11, hann fór inn í Jerúsalem og í helgidóminn, þar leit hann yfir allt, en þar sem komið var kvöld fór hann til Betaníu með þeim 12. Og það kvöldið sem að hann fer í hús Símonar sennilega, þar Marta, María og Lazarus, og þar smyr María, hún kemur með smyslin og hellir yfir fætur hans, þerrar fætur hans með hári sínu, og það svo merkilegt að Jesús segir hérna, ef við förum í Markús 14:8, þá athöfn, vegna þess að það voru ekki allir sammála að vera að eyða svona miklum peningum í fæturnar hans Jesú að smyrja hann, en Jesús segir í 14. kaflanum 8. versi, hún hefur fyrirfram smurt líkama minn til greftrunar. Hún hefur fyrirfram smurt líkama minn til greftrunar. Sannarlega segir, vers 9, hvar sem fagnaðarendi verður flutt allan heim,
mun og geti verða þess sem hún gjörði til minningar hana. Þannig að mér fannst þetta svo magnað að Jesús, hann að veita þessari konu, hún gaf honum allt sem hún átti og hann síðan veitir henni sérstakan sess og sérstaka virðingu að hennar mun verða minnst í gegnum aldirnar og við erum líka minnast hennar Maríu í dag vegna þess að það var það sem Jesús vildi að við gerðum. Þannig að hann fer þarna til Betaníu þennan dag og svo kemur dagurinn á eftir að ef við förum í Jóhannes 12 að þá gengur hann þessa leið niður til, við sjáum það er í samhengi í 12. kaflanum í Jóhannesi að þá gengur hann þessa leið niður til Jerúsalem. Hann hafði verið þarna í matarboði, sennilega í húsi Símonar í Betaníu og svo leggur hann aftur að það bara stutt milli Jerúsalem og Betaníu, svo fer hann aftur af stað. En það er vers hérna í Jóhannesi sem segir, þeir fóru á móti honum með pálmagreinar, Jóhannes 12, vers 13, Jóhannes 12, og hrópuðu hósanna, blessaðu sé sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísrael, og við erum búin að heyra að hann fann ungan asna, settist á bak honum, eins og skrifað er, óttast ekki dóttirin Síón, sjá konungur þinn kemur ríðandi á ösnu fola. Og þetta var versið sem hann Snorri las í upphafi og ég ætla að lesa það aftur í Sakaría. Það er eins og ritað er og þetta er ritað á 7. öld fyrir Krist. Mér finnst það svo magnað að þetta er spádómur og ef við lesum vers 9 og 10, Sakaría 9, 9 og 10. Sakaría kapli 9 og vers 9. Sakaría 9, 9. Fagnar þú mjög dóttirin Síón, lát gleðilátum dóttirin Jerúsalem. Sjá konungur þinn kemur til þín, réttlátur er hann og sigursæll, lítillátur ríður asna, ungum ösnu fola. Einhverjir hafa þekkt þessar ritningar á dögum Jesú. Allavega fræðimennir og farisearnir og hluti af fólki vegna þess að það var uppfrætt í lögmáli Móse. Síðan kemur vers 10. Hann útrýmir hervögnum úr Efraim, víghestum úr Jerúsalem, öllum herbógum mun útrýmt verða og hann mun veita þjóðunum frið með úrskurðum sínum. Veldi hans mun ná frá hafi til hafs, frá fljótinu til endimarka jarðarinnar. Vers 10, við höfum ekki séð það í uppfyllingu ennþá. Það er ekki komin friður meðal þjóðana og hann hefur ekki tekið vald yfir heiminum ennþá. Það segir að hann útrýmir hervögnum úr Efraim, víghestum úr Jerúsalem. Öllum herborgum mun verða útrýmt og hann mun veita þjóðunum frið með úrskurðum sínum. Úrskurðir hans, við lesum þá í Jesaja 2. kaflanum þegar þjóðirnar byrja að koma til Jerúsalem og fá úrskurð hjá Jesú og hann mun skera úr málum. En hér er verið að tala með svo magna hvernig Guð notar spámennina til að setja sitt orð fram. Það er bara svo stórkostlegt. Hér er verið að tala seinni komu Jesú í 10. versinu. 9. versið sáum við á pálmasunnudag fyrir 2000 árum, en nú er það seinni koman sem við væntum að sé framundan. Og það segir að með seinni komu sinni mun Kristur fullkomna, ég ætla að lesa þetta hérna, ég skrifaði þetta niður, mun Kristur fullkomna frelsis áætlun Guðs gegnum aldirnar. Hann mun fullkomna frelsis áætlun Guðs gegnum aldirnar, allir óvinni Guðs, syndin, dauðin, djöfullin verða fjarlægðir frá heimi Guðs. Hann mun fullkomna frelsis áætlun sína. Áætlunin hún er til staðar en við erum kannski komin 90% inn í hana.
en hún mun verða fullkomnuð þegar að Jesús kemur á skýjum himinsins. Og endurkoma hans, þetta ekki viðkomandi endurkoma hans, þetta einhver annar þarna á ferð, en endurkoma hans verður loka sönnun Guðs á því hver sannleikurinn Hugsiði, endurkoma hans verður loka sönnun Guðs. Guð mun sanna öllum mönnum. Það svo margir í dag sem eru röflandi og segja að þetta bull og þetta rugl, en Guð mun koma og þá munu þessir menn sem tala bull í dag, þeir munu skelfast. Þeir munu sjá hver sannleikurinn og Guð, endurkoma hans verður loka sönnun Guðs á því hver sannleikurinn og mun endanlega sanna að Jesús Messías. Það munu allir sjá. Og Åpenbarunarbókin segir að mennirnir munu segja við fjöllin hrynjið yfir oss. Vegna þess að þeir sem afneita honum í dag, allt í einu munu þeir vita, heyrðu, þetta var satt allan tíma. Hann að koma núna. Og það var maður sem hann sagði, verkið á Golgata ófullkomnað án endurkomu hans. Verkið á Golgata ófullkomnað án endurkomu hans, vegna þess að hann dó fyrir syndir okkar. Og við heyrum svo oft, hann frelsaði okkur frá syndum okkar og nú ég hólpinn og nú fer ég til himins þegar ég dey, en við gleymum því að Jesús, hann predikaði fagnaðarerindið ríkið. Lærisveinarnir spurðu, hvenær ætlar að stofna ríkið? Jesús sagði einu sinni við lærisveinarna, föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Hann sagði líka, Guðs ríki hið innra með yður, en það í rauninni bara þessi andi að við vitum að við eigum ekki heima hér á jörð, eins og Páll orðaði það, við okkar heimili ekki hér á jörð, við eigum annan samastað. Og ég var að hugsa þetta, Jesús hann predikaði ríkið, Páll postuli hann talaði endurkomu Jesú Krist og þá sagði hann með ríki Guðs fyrir augum. Sjáðu til, Jesús hann ætlaði ekki bara að frelsa okkur svo við værum hólpin, þurftum ekki að fara til heljar, heldur hefur hann gefið okkur ríki. Og vitið það mynd af þessu í Gamla testamentinu, að Jesús hann leiddi Ísraelsmenn út af Egyptalandi og svo voru þeir í eyðimörkinni í 40 ár sem hann ætlaði þeim aldrei að vera. Þar voru þeir vegna sinnar eigin óhlýðni og uppreisnar. En það var land sem hann ætlaði þeim sem flaut í mjólk og hunangi. Og hann leiddi þá að lokum þar inn, en reyndar segir sagan okkur að þeir tóku aldrei allt landið. Þeir tóku hluta þess, en þeir tóku aldrei allt landið. Og þetta mynd af því ríki sem býður okkar, að Jesús hann mun koma og hann mun stofna sitt friðarríki á jörðu. Eftir það fáum við að sjá nýjan himinn og nýja jörð. Og mér langar aðeins að bara enda þessa hugleiðingu, þetta ekki predikun, þetta svona hugleiðing á því að sem Daniel segir hérna í Daniels bókinni, það eru mögnuð orð. Ég ætla að lesa hérna 2-3 vers. Ef við lesum fyrst 7. kaplinn, 13. vers, þar segir, ég horfði í nætur sýnunum og sjá, einhver kom í skýjum himins sem mannssyni líktist. Hann kom þangað hinn aldraði var fyrir og var leiddur fyrir hann. Og honum var gefið vald, heiður og ríki, svo að honum skyldu þjóna allir lýðir, þjóðir og tungur. Hans vald eilíft vald sem ekki skal undir lok líða og ríki hans skal aldrei á grunn ganga. Þannig að hér verið að tala ríkið, meira segja bara í Daniel talaði ríkið. Jesús Kristus talaði ríkið, Páll postuli talaði ríkið, lærisveinarnir spurðu, hvenær fáum við ríkið? Við, hinni kristnu, við tölum voðalega lítið ríkið. Við erum bara svona, já, bara gott, ég hólpinn, en tilhlökkun fyrir því að vera með í ríkinu. Og ég ætla að lesa hérna hinnir
vers 18, hinnir heilugu hins hæsta munu eignast ríkið. Þeir munu halda ríkinu ævinlega og aldir. Þá verður engin sjálfstæðisflokkur, miðflokkur eða eitthvað svoleiðis. Það verður bara heilagur flokkur og það verður bara einn sem ræður. Við verðum öll með bara beint umboð frá honum sem allt vald hefur. Síðan segir, og hérna kemur, ég ætla að lesa hérna söguna, vers 21, ég horfði á hvernig Hord þetta hafði stríð við hina heilu og hafði sigur yfir þeim. Og hér erum við komin inn í tímabil sem kölluð þrengingin mikla og hornið er antikristur. Þar til hinn aldraði kom og hinnir heilugu hins hæsta fengu náð rétti sínum og sá tími kom að hinnir heilugu settust að völdum. Síðan förum við í vers 27, ríki vald og máttur allra konungsríkja sem undir himninum eru, mun gefi verða heilugum líð hins hæsta, ríki hans mun verða eilíft ríki, ekki 70 til 100 ár, eilíft ríki, eilíft ríki. Öll veldi munu þjóna því og hlýða. Þannig að, sjáðu, Biblían að segja okkur að það verður ný jörð, nýr himinn, þjóðirnar verða enn til staðar, en hinnir heilögu, eða þeir sem tilheyra Jesú Kristi, það verða þeir sem drottna yfir þjóðunum. Þannig ef þið finnst lífið erfitt núna, þá skulum við bara doka aðeins við því að eins og einhver sagði, minn tími kemur. Okkar tími kemur og eins og Snorri sagði á síðasta ári, við höfum pálmann í höndunum vegna þess að hann Guð. Og jafnvel þó við förum í gegnum þrengingu að hann mun taka sitt fólk og hann mun setja það til valda á settum tíma. Þannig að við eigum góða og bjarta framtíð fyrir höndum. Sama hvað gengur á, við vitum að hans ríki framundan og pálmasunnudagur var leiðin sem að hann í raun og veru varðaði og fór til þess að við gætum lifað í hans ríki og ríkt þar með honum eilífð. Og við segjum bara, kæri drottinn, við þökkum þér fyrir þennan dag, við þökkum þér fyrir að þú keyptir ríkið okkur til handa með blóði þínu. Takk þér fyrir að þú frelsaðir okkur, leystir okkur og Faðir, við byggjum svo innilega að öll íslenska þjóðin megi aftur sjá, drottinn, þitt ríki. Þeir sem biðja komi þitt ríki, að augu þeirra megi uppljúkast, að það raunverulegt ríki sem að koma. Drottinn, þetta ekki bara einhver rulla. Drottinn, ég bara viltu opna augu okkar að við sjáum það að þitt ríki að koma, það framundan. Opnaðu augu okkar allra og gefðu okkur, Drottinn, þessa von, halleluja, að við sjáum þig koma á skýjum himins og það sé eftirvænting í hjörtum okkar fyrir að þú komir og þú gefur okkur ríki þar sem réttlæti býr og Guð. Drottinn, ég legg bæjarfélagið mitt í þínar hendur, við blessum Suðurnesjabæ og við blessum líka landið okkar. Við segjum, þú ert Guð vors lands, lands vors Guð og við lofum þitt heilaga nafn. Viljið þið segja það með mér? Viljið við standa upp og segja með mér, þú ert lands vors Guð og Guð vors lands og við lofum þitt heilaga nafn. Gefum þínu nafni alla dýrðina. Amen. Amen. Já, hann. Takk. Og við ætlum að ljúka þessari útsendingu núna. Við viljum bara segja við þá sem að horfa að Jesús Kristur svarið og hafur ekki tekið á móti honum. Þá þetta dagurinn til að taka á móti honum. Hann býður við þínar hjartadyr til að bjóða þig velkomin inn í sitt ríki. Drottinn blessi þig og við kveðjum frá Hvítasunnu-kirkjunni í Keflavík. En við ætlum kannski að gjöra svo vel. Nú varst að leiða samkomuna, nú líkur þú.